Mikil uppbygging fyrirhuguð í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar en bærinn auglýsti fyrr á árinu eftir fjárfestum. Nú hefur verið ákveðið að ganga til samstarfs við félagið Hlíðarhrygg þessa uppbyggingu en að því standa Sannir landvættir, Íslensk verðbréf, Yrki arkitektar, Akureyrarbær, Verkís og umsýslufélagið Verðandi. Við erum að skoða að gera þetta heilsárssvæði. Í dag þetta skíðasvæði fyrst og fremst. Við sjáum fyrir okkur ýmsa uppbyggingu af þessu verður sem myndi þá vera að nýta þetta svæði meira og minna allt árið um kring. Þetta byrjaði þannig að við hjá Sannum landvættum við hittum Yrki arkitekta og þeir kynntu fyrir okkur tillögu sem þau höfðu gert í samkeppni sem var 2015. Svo auglýsti Akureyrarbær, kom auglýsing þar sem var óskað eftir aðeins til að taka sig fjallið og þá small þetta allt saman og við fórum á stúfana og erum komið með hóp sem sendi tillögu og sem Akureyrarbær og Atvinnuþróunarfélagið var hrifið á og þessum erum við núna að fara af stað. En það ekki búið að leigja út fjallið og alla aðstöðuna en þá hvaða ferli þá í gangi í raun og veru? Já, nei, þetta núna bara alveg fyrsta skref, þannig að núna erum við búin að stofna félag sem heitir Hlíðarhryggur ehf. Og erum núna svona að fara í greiningavinnu að við ætlum núna að fara með annars að áður en snjór leggst fyrir allt og ætlum að greina svona þann tækjakost og það er fasteignir annars sem hérna. Þannig að verkfræðingarnir munu koma hérna og þeir munu skoða svæð og skoða ástand á húsnæði og vatnsleiðslum og rafmagni. Nú þetta vatnsverndarsvæði hérna báðum með við okkur þannig að við þurfum að huga mjög vel öllu eins og frárensli og fleiru. Hvaða ástand því í dag og hvaða möguleikar þar. Svo þurfum við að gera líka svona grófa rekstraráætlun og svona athuga mögulegan áhuga að finna fjárfestegund allt saman því að þetta mun kosta. Þannig að þessu líkur þessu ferli núna bara svona fyrir áramót þá verður til skýrsla sem mun segja okkur hvernig lítur svæðið út í dag, hvernig innviðin hérna og annað slíkt og einhver hugmynd rekstur og fjármögnun Í framhaldið því tökum við þetta á næsta skref sem þá að þróa þetta lengra og fara að afla fjárfesta í verkefni. En það hugmyndir sem þegar hafa verið ræddar þá það kláður? Já, í þessari tillögu sem sagt Yrkis og í þessum hópi sem við erum þá það svona má segja, einn stóri segjóllin í þessu svolítið. Og þessar hugmyndir eru til fyrr, Sveinn Kálfskína var með þetta og komið ótrúlega langt með þetta fyrir síðustu aldamót, 2000 held ég hann hafi verið með þetta og þetta var á skipulagi og var reynda búið að taka það út núna en kláfurinn þarna inni, eitt svona hryggjarstykkjunum í þessu. Nú svo sjáum við fyrir okkur svona nýtingasvæðin á sumrin eins og fjallahjól, hjólabrautir, nota lyftur og mannvirki til að fólki geti farið upp með hjólinn og hjóla niður og svo erum við með Glerárdal bara fyrir innan okkur, fyrir sunnan okkur og það paradís sem opnast á svolítið hérna og við sjáum hana fyrir okkur líka bæði sem hjóla, göngu og reiðleiðir mögulegar. Þetta mun þá opnast fyrir aðra sem vilja vera með slíka rekstur. Og svo möguleiki menn eru farin að komast upp á brún þá geta það farið að svífa hér á svona vængjum, svona svifvængjum og örugglega svo til einhverjar útivista íþróttir sem við höfum ekki hugmyndir allavega ekki enn. Það er talað rennibrautir og ýmislegt fleira sem maður hefur heyrt flegt. Þannig að eitt af því sem við munum fara í líka að finna þessa hópa, tala við hópa eins og hjólreiðafélagi Akureyri sem öflugt skilst mér og eins skíðafélagi náttúrulega, við erum búin að heyra í þeim og skíðin verða náttúrulega þetta náttúrulega verða í öndvegi alltaf þó að við séum að útvikka starfsemina, þá skíðin verða alltaf svona hjartað í svæðinum að segja áfram. Hótelið hérna fyrir aftan okkur uppi hugmyndur að byggja nýtt hótel? Já, það inn á planinu líka að hugsanlega byggja hótel sem myndi þá falla vel að því sem hér fyrir. Þetta hótel sem hérna, við veitum svo sem ekki hvernig ástandið við, það eitt þess sem við þurfum að skoða en það friðað, þannig að það má ekki breyta því mikið og nema þá hugsanlega innan. En mér skilst að ytra útlita sé friðlýst og má ekki hreiða við því en það hugmynd hjá þessum tillögum Yrkis að tekna hótel hérna fyrir neðan. En þegar einkareksturinn kemur svona inn, Glerárdalurinn almennu fólksvangur, þarf fólk þá hér að vera með öll greiðslukort á lofti, verður þetta ekki rándýrt alls saman?
Við sjáum nú ekki fyrir okkur þegar við að fara að taka greiðslukort til að ganga inn í Glerárdal. Við ætlum ekki að fara að gera það, en það mun áfram kosta náttúrulega í skíðalift, það mun kosta í kláfinn og það mun kosta að gista hótelin og slíkt, en svona, og ef þú flytur hjólið upp í lyftu, það mun allt saman kosta. Allt þjónun sem við veitum, en það að ganga inn í útivistarsvæði eins og Glerárdal á tveimur jafnfljótum, það mun ekki kosta neitt, þó að kannski bílastæði við það ekki, og leggur hérna uppi, mögulega, en það er engin aðgangseyrir að dalnum. En hvað með afnota réttin, hvað verið að tala langan tíma og hvað gerist þegar leigusamningur rennur út? Þetta er náttúrulega allt saman eftir að setja endanlega niður, en við erum að horfa á kannski svona 30-40 ár sem að þetta félag myndi þá, sem eru stofnaði reksturinn og uppbygginguna, myndi þá taka þetta að sér og hugsa það í lokin að afhenda þetta á bænum. Það er svona það sem er kallað svona PPP, Private Public Partnership á ensku, en ég veit ekki hvort það er til eitthvað gott íslenskt orð yfir þetta, en þetta er svona samvinna erlendra, opinberra aðila og einkaaðila. Er búið að setja einhvern svona verðmiða á hvað þetta hugsanlega gæti kostað? Bara kláfur og hótel og öll uppbyggingin, við erum að tala ansi stórar fjárhæðir. Já, við erum að tala einhverja milljarða þegar allt er komið og en það er ekki komið í sjálfum sér neina, ég vil ekki vera að nefna neina svona endanlega tölu, en þetta mun vissulega kosta og ekki endanlega ákveðið allt hvað verður þannig að það eru ýmsir möguleikar og við höfum eftir að ræða við þessa hópa sem mögulega vilja koma hingað og við sjáum fyrir okkur að rekstur til þess að hóteli og veitingastað og annað verði boðin út. Það verði fengni að einhverjir utan að koma til ekstra aðra til að reka hverju er í einingu. Einhver rekur hjólalegu, einhver rekur reiðlegu, hestalegu og fleira slíkt. Þannig að þetta á allt saman eftir að klára. En það er ekki langt síðan þið kynntu þetta formlega. Hvaða viðtökur hafið þið fengið til þessa? Við höfum bara eiginlega heyrt lítið annað en bara gott. Við heyrum það að Akureyringar þeim þykir vænt fjallið og þeir hafa væntingar til þess og eru spenntir fyrir því að það verði byggt upp.